Nú ætlum ég að sýna ykkur hvernig við vinnum með algebru, þar sem við vinnum með margföldun og munum að það er margföldun á milli ef ekkert sýnilegt form ekki er. Þar sem að við erum með óþekkta stærð fyrir utan svigann og óþekkt stærð er til dæmis þetta x og y hér. En nálgunin er svo sama, við margföldum allar stærðir innan svigans með stærðinni sem liggur utan hans. Svona. Og höfum nú veldareglunar í huga að x sinnum x er jafnt og x í öðru, alveg eins og x sinnum x sinnum x er jafnt og x í þriðja. Þetta verðum við að vita. Þannig að fyrsta margföldun okkar, þetta hér, x sinnum x er þá x í öðru veldi og x sinnum 3 er þá plús 3x. Og það var okkar loka svar, við getum ekkert gert meira hér. Og förum þá í dæmi hér fyrir neðan og ætlum að nota nákvæmlega sömu aðferð. En athugum að við vorum eingöngu með eina óþekkta stærð hér. En hérna erum við með sýnilega 2 við hliðina, við erum með 2 y fyrir utan. En þetta er nákvæmlega sama aðferð. Við margföldum og margföldum. Fyrsta margföldun okkar er þá 2 y sinnum 3 y. Og 2 sinnum 3 er 6 og y sinnum y er y í öðru. Þetta var fyrsta. Við förum þá í annað margföldi. Þannig að 2 y sinnum mínus 2. Og þannig erum við vissulega með plústölu sinnum mínustölu. Við bara skrifum þetta venjulega ekki. Þannig að plústala sinnum mínustala mun gefa okkur mínustölu og 2 sinnum 2 er 4 og svo y. Það er okkar loka svar hér.